Já, verið velkomin hingað í stefnumót í Vídalínskirkju og velkomin þið sem hér eruð og þið sem heima sittið og líka þið sem eftir að horfa á upptökuna. Þetta eru þrjá stundir, 3 stefnumót. Síðast vorum við Hallgrim Helgason og núna erum við með hjá okkur hann Kristján Kristjánsson eða KK. Vertu velkomin til okkar hingað í dag. Takk fyrir, Stefán. Og við höfum verið að fjalla sorgina og listina. Já. Og þú ert tónlistarmaður og útvarpsmaður og tillukall og... Já, ég hef verið þetta allt. Og reykingur líka? Já. Og kani. Já. Svona þetta, við erum svo fá á Íslandi, við þurfum að fara í svo mörg hlutverk. Já, nákvæmlega. Sem ekki leiðilegt. Nei, það er nefnilega mjög gaman. Það er enda spurning hvernig það kemur niður á afköstunum hjá okkur. Það er annar mál. Við viljum ekki ræða það núna. Já. Og við ætlum... Það er ákveðin sorg í því líka stundum. Jú. En við ætlum að bara vinda okkur strax í djúpulögina og ég ætla að byrja að spyrja þig. Hver er þín reynsla af sorginni eða missi? Já, þegar við tölum sorg, þá fyrsta sem mér datt í hug núna við vorum að létta yfir okkur. Núna þegar við byrjum og við erum búin að hittast á undan og spjalla og svona. Svo þegar maður tala sorg, þá þarf maður að vera með einhver svipbrigði. Og fara í einhvern sorgarbúning og svona. En mín reynsla af sorg bara eins og hjá flestum held ég. Þetta kemur manni að óvörum og alveg frá því maður er barn, þá er alls konar sorgir sem koma og yfirleitt er það í fyrsta skipti og þetta er eitthvað innbyggt í okkur. Og mest að leyti er þetta söknuður, er ekki? Sko, þegar við erum að tala ástvina-missir og svona, erum við að tala það? Já, og við erum bara svo ekki líka að rætt sorgina í víðum skilningi. Já. Þá eru þetta, þetta er alls konar hlutir. Þetta er svolítið vítt dæmi, sko. Mín reynsla af sorg ég held hún sé bara eins og hjá flestum, sko. Hún er mikil þegar maður er yngri. Þá er þetta meira svart-hvítt, sko. Það sorgin dettur á því, sko, og blandast oft við reiði yfir hvernig hlutinir eru og maður er ekkert mikið að pæla í því af hverju þetta er svona, maður bara bregst við. Og eftir sem maður er eldri, sko, þá sjóast maður sennilega. Ég veit ekki hvað það er, sko. Nei. Sorgin er oft, sko, einhver missir. Já. Og tala þegar maður er yngri, það er einhver reynsla því að missa eitthvað, saman hvað það er og hún er sterk. Og það er einhver söknuður eftir því sem maður hefur misst. Já. Ertu þá að tala að, sko, litlu hlutinir að maður læra að takast á við þá eða byggir upp einhver reynslu til að takast á við stærri hlutina? Ég verð að segja, ég veit það ekki. Það var bara núna, ég var bara undanfarið þá ef ég verið að hugsa föður minn. Sko, mamma og pabbi skildu þegar ég var 9 ára og mamma kom heim og pabbi var eftir úti. Og þetta hefur einhvers konar áhrif á mann og ég man þegar ég var svona tvítugt og 18-19 ára hvað ég var rosalega reiður út í pabba minn leið og ég saknaði hans rosalega mikið. Og þetta var svo mikið að það var grátur, mikill grátur. Og ég man ekki eftir tilfinningunni. Ég get ekki sótt þessa tilfinningu núna þegar ég er 66 ára. Ég get ekki sótt þessa tilfinningu, en ég veit hún var þarna þá, þegar ég var tvítugt. Og þessi sorg og reiði yfir þessu dæmi og svo deyr hann þegar ég er tvítugt og sorgin og reiðin var mjög áþreifanleg og hafði mjög mikil áhrif á mig. Og þetta er mín reynsla af svona miklu sorg, sko, sem ég bara hef verið að hugsa þetta undanfarið en ég hef ekki þessar tilfinningar í dag. Gagnvart föður mínum, sko, það er mikil ást þar núna og kærleikur og mikið meira skilningur á hvernig hlutirnir voru gagnvart honum, sko.
Þannig að sorg getur stundum kannski verið, ég er bara svona að tala bara hreint upp úr sko, sorg getur kannski líka verið bara út af því að maður veit ekki nógu mikið. Og reiði. Reiði og sorg getur stundum verið út af því að maður veit ekki nógu mikið. Og það er allt í lagi líka sko. En eftir sem maður eldist sko, þá sér maður hvernig gangur lífsins er meira. Og þetta er ekki eins svart hvítt sko. Þú veist hvað ég við þar sko. Það er meira, það er mikið meira hann á milli. Þetta er svo ofboðslega stórt spektrum sko. Meira grátt. Já, eða litríkt, getum við sagt svona. Það er ekki svart-hvítt, það er svolítið, svart-hvítt sko er litadýrð. Já, svartur ekki bara svartur. Svart-hvítt er litadýrð sem dugar sumstaðar, en þá vantar alla litina sko. Og eftir sem maður eldist sko, þá menn tala að þetta sé verið meira grátt. Ég vil segja að það sé meiri litur sem verður meiri, það verður flóknara, sko, því maður sér að það eru miklu meira, þetta er einfaldara þegar maður er yngri. En að því það er einfaldara þá verður sorgin svo mikil og reiðin verður svo mikil. Og eftir sem maður er eldri, sko, þá áttar maður sig á hlutum að svona er þetta bara. Og stundum og ég minna, já, ég veit ekkert. Ég veit voða lítið þetta, ég hef ekki verið sálugæslumaður eins og þú og hefur þurft ábyggilega að gangast í þetta og hugga fólk sem hefur mist ástvini og svona. Já, við erum bara að tala um þig og þína reynslu, það er skiptið máli hérna og gott að fara að heyra þetta, en sko, stundum talaðum að sorgin gefur lífinu liti. Þú ert svolítið að tala um reynsluna, hvernig hún breytist. Þegar sorgin er eitthvað þátt í að skapa þessa reynslu? Sorgin er sko eitthvað sem við komumst ekki hjá og hún er sársaukafull. En leið þá er hún svo mikil kærleikur í henni. Kannski, ég hef ekkert pælt mikið í þessu sko, en að því við erum að tala um þetta núna þá er ég að pæla í þessu og ég hugsa að þetta sé sko sálin í okkur, þetta hefur áhrif á sálina, ekki satt, sko, þetta sorgin og þessar tilfinningar sem þessi mikil söknuður og ég veit ekkert þetta, ég hugsa að þetta bara sé voða misjafnt hjá fólki hvernig þetta er sko, hjá mér er þetta eins og með föður minn. Í dag ríkir ofboðslega mikil gleði hjá mér, gagnvart föður mínum, en ekki þessi sorg og reiði sem var. Og eins og ég misti systur mína sko 92 og þá var og það var mikil sorg, hún kom mjög seint sko, sorgin kom mjög seint. Það er líka annað sem við talaðum um sorg sko, hún eitthvað getur skeð, þú missir einhvern og þú ert bara eins og klaki, marga mánuði kannski, svo bara allt í einu þá kemur sorgin, púmf, algjörlega óvörum, þú veist ekkert hvað það kemur sko, og af hverju það kemur allt í einu þarna. Og maður getur fundist kannski stundum maður að vera of kaldur og mikil klaki sko, til þess að því maður bregst ekki við strax, en sorgin og söknunin kemur sko, og minningarnar vellast upp og maður já þetta er mín reynsla af sorginni og ég hugsa ekkert mikið þetta dagsdaglega sko, ég er svolítið smeykur við þetta líka sko. Af hverju? Já, af því að ég er hræddur við að missa fólk úr lífi mínu sem er í lífi mínu í dag, til dæmis sko. Og svo ég reynir að halda mig bara í núinu. Er svo ótti góður að slæmur? Þessi ótti hvað framtíðin ber í skauti sér, ég held að hann sé ekki góður sko. Ég held að sé ekki gott að vera með ótta ókomna hluti.
sem gætu skeð eða ekki. Þannig ekki vera óbundin inn í framtíðinni. Nei, þetta eru bara sögur sem hann segir sjálfur sér sem eru ekkert sannar. Sko. En sorgin fjallar svolítið fortíðina, eða ekki? Við erum svolítið að... Sorgin, ef við tölum sorginni úr fortíðinni sem búið að ske, þá þetta eitthvað sem að móta mann og þjálfar sálina og styrkjar hana, held ég. Annars sálin þarf á svona einhverju, ekki bara næringu heldur þarf hún að fara í world class líka og pumpa og svona sko. Og ég held að alls konar raunir sem við lendum í sorg og erfiðleikar og ótti og allir þessi pakki sko. Við komumst í gegnum þetta, þá styrkist sálin, trúi ég. Ég held að, svo það eru góðir hluti í slæmi hlutunum líka sko. Ekki satt. En ég meina, alltaf maður að fara að segja þetta við fólk sem búin að missa eitthvað, að þetta sé gott. Ég meina, þetta bara hluti sem maður verður hver og einn með sinni sál, hver og einn sál verður að vinna úr og styrkjast. Og þeir sem hafa reynslu af þessu, þeir eru besta hjálpinu sko, því þeir þekkja sorgina. Og þess vegna kemur fólk saman sem hefur sameiginlega reynslu. Alkoholistar koma saman og mynda hóp sem heitir AA og því að þeir vita hvað þeir skilja hvern annan sko. Og konur koma saman og berjast fyrir konur því þær skilja hvor aðra og svo framvegis sko. Og mæður koma saman og hanga saman með nýfædd börn því að þær eru allar búin að fara í gegnum það sama og í feeling og svona skilja. Og þannig það með sorgin líka fólk, það mjög gott að leita til fólks og vera með öðrum sem hafa upplifað það sama og maður sjálfur. Þú bæði hjálpar þeim þá með þína nýju reynslu af sorginni og þau geta hjálpað þér líka með sinni reynslu sem að þau þekkja, svo því það eru sumir sem bara þekkit ekki og sem eru að reyna að hjálpa manni jafnvel en mesta hjálpin held ég að komi frá þeim sem hafa upplifað það sama. Og leið þá getur þú líka hjálpað þeim sko, með þínu reynslu, bara með því að vera. Já, bara með því að segja frá þinni reynslu og sem hinn skilur bara eins og skota því að þekkja það sko. Þú stendur hér og talar sorgina mjög yfirvegaðan og fallegan hátt og þú talar hana svo, já, hún bara lifir með þér í svona einhverju, já, veru. Þetta gerist ekki að sjálfu sér, eða ekki sagt. Þetta ekki gerist með tímanum, þetta einhver vinna. Þú búin að tala að hitta aðra. Eitthvað fleira sem hefur hjálpað þér að ganga í gegnum, taka þessi skref? Sko, sorg og listir, það yfirskriftin hérna. Þá erum við konið þangað í listina. Sko. Þá hefur það gagnast mér mikið í gegnum tíðina þegar ég hef átt mjög erfitt. Þá hef ég getað sest með gítarinn og huggað mig við gítarinn. Sko. Hvernig þá? Þá bara teki bara gítarinn og svo spilaði ég bara einhverja tóna sem að hugga mig sko. Þá bara bara eitthvað svona róandi. Svo fyrir maður að pæla eitthvað. Svo fyrir maður að pæla í kannski eftir að vera einhver orðið við þetta líka. Þá maður komið hugan eitthvað annað sko og ekki yfirþyrmdur af svörtum hugsunum sko. Þetta lag hérna heitir Grand Hotel og ég og bróðir minn sátum eina kvöldstund. Ég hafði gert þetta lag og var ekki kominn með neitt texta við það og hann hafði verið kominn frá Svíþjóð og það var mikið sorg hjá okkur yfir frænd okkar sem bjó í Svíþjóð því hann var í mjög slæmum málum sko, hann var í mikil eiturlyfjaneyslu og það var ekkert sem við gátum gert og við sátum tveir eina kvöldstund og
grétum saman yfir þessu örlögum frænda okkar og sungum þetta lag. Sem ég taka smá bút úr því svona. Hátt loft og innan tómt á Grand Hotel. Hér má enginn trufla mig, það veistu vel. Tíminn frosinn stendur kyrr, mér finnst ég hafi séð þig fyrr á Grand Hotel. Stúlka í litadýrð lífið nýtt. Hún skynjar meir en nokkur veit. Hávær þögn í myrkrinu í huga mér. Nú kemur það. Svart og hvítt litadýrð sem dugar hér. Þarna sagður örfáum orðum sem varst tala um upphafi. Já, þetta var að tala um í upphafi, sko, þetta. Já. Litadýrðina. Það er ekki alls svart og hvít. Nei, stundum það, en það sko, já, svona þetta bara, já. En þú talaðir áðan að sorgin, hún kemur ekki strax. Hvað? Getur verið þannig, þetta allavega hana. Já. Lífið allavega hana. Já, þú hefur reynslu af því. Ég hefur reynslu af því, já, bara, ég hugsa margir hafi reynslu af því. Já. Og þá gerist áfallið en sorgin kemur mun seinna eða? Já, það getur líka verið ástæðu fyrir því eins og þegar systir mín dó, sko, þá var ég eini sem var með viti, ef ekki getur sagt það. Þá sem betur fer, þá var ég til staðar og fyrir móður mína var þetta svo mikið áfall að hún var bara úr umferð, sko. Og þetta var frumburður hennar og það voru mjög nánar og hún féll algjörlega saman og systir mín líka, sko, og bróðir minn var erlendis, bræður mín tveir voru erlendis, svo ég varð að halda haus, sko, sem ég gerði. Já, þú ert svona eiginlega bara ítir upp tilfinningu frá þér og reynir að vinna málum. Já, þú tekur bara að þér, sko, þú ert bara... Tekur að þér verkefnin sem það er ekki. Já, því það var bara þannig. Og síðan fórum við út og það hélt áfram og ég var bara í þessu fastur í þessu hlutverki að sigla í gegnum eitthvað svona óveður og síðan kemur á mjög óvæntum tímapunkti, sko, bara einhverjum mánuðum síðar, sko, þá sitt ég baksviðs og að fara að spila á tónleikum með hljómsveit og með gítarinn í hendurnar og Bara svo? Bara með gítarinn og ekkert að hugsa neitt nema bara ég haf fullu salur af fólki og við erum bara að fara á sviðið og ég er að strömma þetta hérna, sko. Ég var bara eitthvað. Og allt í einu kom bara sorgin. Og ég grét. Og ég söng og satt þarna og ég man umboðsmaðurinn minn þá, sko, hann var mjög skilningsríkur og hann sagði og það bara huggaði mig hérna líka og svo það tafðist aðeins að ég geti fara á sviði. En þá söng ég þetta lag til systur mína, sko. When I think of angels, I
your flaming red hair and the things that you do. Og þetta var 92 sama ár og hún dó og svo tóku þetta, svo var lagið tekið upp einhverjum árum síðar, sko. Og þú söngst að þarna kom það? Það kom bara full móta þarna og kveðja til systur mínar. Og þarna var þessi sameiginlega reynsla mín í þessu lagi, hefur síðan gagnast mörgu öðru fólki sem er svo auðvitað að geta samsama sig í þessu lagi og skilur alveg hvað ég er að tala fólk sem hefur lent í samskonar sorg. Og það kveikir hjartað. Hjartað talar, þegar hjartað talar þá heyra hjörtun. Já, þannig er það, sko. Þess að þetta lag kom til mín, mér var gefið þetta lag og ég gaf það áfram. Okkur var gefið þetta lag, getum við sagt, sko. En það kemur hreinlega bara, þetta er alveg dásamleg frásögn, lagið kemur hreinlega bara með eða í sorginni hreinlega? Já, eiginlega, sko, já. Allt í senn? Já. Og kemur bara þú ert að spila á gítarinn og gera áðan hérna? Já, bara algjörlega, og eins og bara þruma úr heiðskýru lofti. Búm, á þessu stað líka, sko, ég meina, við erum að fara, og eftir 2 mínútur erum við að labba inn á sviði fyrir fullu húsi með útgáfutónleika og þá bara, byttu aðeins Kristján minn, það er hérna smá sending til þín, sorgin, sem þú ert búin að bíða með í marga mánuði, gerðu svo vel, og svo bara, en ég sem betur þá hafði ég gítarinn og svo gæti hérna nota þessum árar til þess að komast í gegnum brimið. Það er stundum talað um að sorgin, hún hjálpa okkur að sjá litina í tilverunni eða færa okkur nær Guði. Þú ert að lýsa þeirri reynslu, hreinlega. Ég segi mér var gefið þetta, sko. Já. Það er einhver maður mætti. Eins og við vorum að tala um þetta áðan, vorum við ekki að tala um þetta áðan, sko. Ég er alltaf að tala um þetta, svo lýsa hérna, uppsprettan er frá mættinum. Það er uppsprettan. Uppspretti hvers? Bara alls svona kærleika og góðvildar, umburðarlyndis, þolinmæði, allt þetta góða sem við þráum til þess að geta verið hamingjusöm. Uppsprettan kemur frá einum mikla eilífi anda, sko, Guði, hvað maður vill kalla það, sko. Og við erum í raun og veru myndin af þessari uppsprettu ef farvegurinn er hreinn. Ef hann er ekki stíflaður af ótta og gremju, þá nefnilega, þetta er svo einfalt nefnilega, dásamlega einfalt. Eina sem við þurfum nefnilega ekkert að gera neitt, sko. Við verðum aldrei heldur uppsprettan, sko. Og við getum gengið lengi og beðið eftir að verða kærleiksrík og þolinmóð og umburðarlynd og góðviljuð. En við verðum það aldrei, sko. Við getum aftur á móti verið farvegur þess að því við þessar uppsprettu og það er ofboðslega einfalt og stendur öllum til boði og við eigum þetta og eina sem við þurfum að okkar vinna er að halda farveginu hreinum. Það er að leiðast ekki í freistni til að hugsa neikvæða hugsanir, heldur nota, passa vel upp á hugsanir, neikvæðar hugsanir, gremjuhugsanir, hatur og öfund og ótta, allar þessar hugsanir, þær stífla farveginn. Ef maður getur tekið þær í burtu og þær koma, sko, maður má ekki fóstra þær, maður má ekki gefa þeim að borða, sko, maður segja, já, það er fyrir komin og sjá það síðan, svo er það bara farið, sko. Og þá, þegar þú losar hugan, þá bara flæðir þig þessi kærleikur og þessi hlutir og eins þegar þú þarft á því að halda í mikil sorg og svona hluti þá kemur þetta til þín frá hinum mikla, frá the force, mættinum, sko, sem er engin efi sko, ég held að það sé allir sammála því og nærir okkur á því sem við þurfum að halda. En við þurfum bara, við getum alveg treyst því 100% að það sé þannig. En það er ekki að, maður þarf að vera tilbúin að treysta því.
Og þetta allt í lagi að gera það, prófa það. Maður hefur gert margt verra í lífinu heldur en að treysta þessu hluti. Og þetta, ég segi það, já, þetta kom í þaðan, sko. Og við erum verkfæri og ég er ekki komin ennþá í beinu sambandi við Guð, sko. Þannig að ég þarf að fá skilaboð frá honum í gegnum þig og ykkur hérna öll, því að þangað til ég fæ þetta beina samband, ég veit ekki hvað það verður nokkuð tíma, en þar til þá er okkar samband við Guð í gegnum hvort annað, sko. Já, við erum komin djúpa Guðfræði hérna. Það talaðum í tvöfaldi kærleiksboðinu, að elska Guð, elska náungan, elska sjálfan sig. Það er hugsaninn að elska Guð, þá gerist eitt svolítið að sjálfum sér. Og við komum í stæst, við bara reynum að halda áfram og aftur og aftur. Með því að halda farveginu hreinum, þá verður lífið svo einfalt. En þá þarf maður að halda vörð hugsanir sínar. Og þetta er búddismi líka, sko. Og það er margir sem að tólka Jesús sem hafi verið hálfgerður búddisti. Það er spurning hvert fór Jesús þegar hann hvarf þessi ár. Fór hann til Indlands og pikkaði upp hindúismann þar. Þeir sé að Búdda sé svona fast, hafi verið pakkaðir inn úr hindúismu sem svolítið flókið dæmi og presentera sko sem svona auðvaldara dæmi. Já, það er kynningarinn til það. En svo ég fer aftur aðeins í Þú sorgina. verður að fræða mig þetta, þú sem veist þetta og hefur lært þetta. En ég fer aftur aðeins í sorgina. Þú sko talar þennan farveg, að hafa hann opinn og þú talar reiðina. Þú talar greinilega reynslu, sko. Þetta hefur einhvern veginn verið lokað. Og reiði og sorg, þetta blandast svolítið. Já, þetta blandast, sko. Það er náttúrulega reiðin hjá ungum mönnum og fólki yfirleitt oft byggist á, það er ábyggilegt að tala mikið þetta, sko, en svona í fljótu bragði því við vorum að tala það sem stífla farveginn. Reiðin kannski getur komið til dæmis af ótta og óttinn segja sko, sé mjög einfaldur, sko. Óttinn sem að hrjáir okkur í dag bara óttinn við að fá ekki það sem ég vil eða missa það sem ég hef. Og þessi ótti, ef hann fær að ráða ríkjum, sko, þá er það mjög slæmt, sko, því að þá verður svo hræddur þú ferð að gera hluti sem að skaða okkur alla, sko. Þetta er svona, ég segi það þegar maður er mjög óttasleginn og svona, þá er maður hraðahindrun fyrir vegi okkar til einfaldara og betra lífs með mættinum. Og óttinn er mjög hættulegur, sko. Þess vegna þurfum við einhvern veginn að komast og óttinn er líka, sko, þegar óttinn kemur inn og við förum að vera hræddum og hafa ekki nóg eða missa eitthvað sem við höfum, þá förum við að leika Guð. Þá verði ég allt í einu Guð og ég ætla að stjórna þessu, ég ætla að taka nógu mikið svo ég hef í nóg og ég ætla að passa mitt svo enginn fái neitt að því ég þarf á þessu öll að halda og þá maður gleymir sér ykkur rugli og maður verður bara ruglaður, sko. Og farvegurinn er sko gjörsamlega stíflaður, sko. Það þarf bara að koma með loftpressur til þess að opna, sko. Og óttinn er ríkjandi í vestrænu samfélagi í dag og fleiri kannski samfélögum af því að það er alltaf verið að tala þennan ótta líka í öllum fjölmiðlum og dóti. Já, það er ekki nóg, það er peningarnir eru búnir og svo lítur maður kring og segir, ísskápurinn fullur, hvað er það að tala um? Ég meina, og Guð, Jesús sagði, hafi ekki áhyggjur af þessu. Hafa áhyggjur á morgundeginu, hvað er ykkur? Eru þið biluð? Þið verið átt ykkur á því að þessar áhyggjur ykkur bæti ekki við neinu hjá ykkur. Þeir bara eyðileggja fyrir ykkur. Þetta sagði Jesús. Hann vissi nú eitthvað. Hann var með beint samband. Já, en ef við komumst nú okkur aftur að listinni. Þetta er mjög gott. Þetta er alveg allt sem þarf að heyrast og tengist því sem við fjallum. En ef við komum aftur að listinni, þú kom með tvö lög sem tengjast missinum eða sorginni. Er ykkur fleira svona í þinni listsköpun sem hefur tengst þessu? Já, ég var með eitt lag í huga, sko, þegar við vorum að tala saman.
og var svona aðeins að spá í þetta. Það var eitt lag sem heitir Englar himins grétu í dag. Síðan samtíð, það var lag sem kom til mín. Og það var 2000, það fórust fjögur ungmenni í flugslysi. Þau voru að koma frá Vestmannaeyjum, þjóðhátíð. Ég meina, þetta var ofboðslega óvænt. Og í góðu veðri þá hrapar vélinn og lendir í Skerjafirðinum og það deyja 4 ungmenni þarna. Og þau voru á sama aldri og börnin mín. Svo ég átti mjög auðvelt með að finna fyrir sorgin hérna og þetta lag kom til mín þar, út af því, sko. Viltu að ég spila þetta? Endilega, endilega. Ég veit ekki hvað tímanum líður. Ertu með eitthvað, ég sé þú ert að kíkja á klukkuna stundum. Við erum alveg á góðum tíma. Já. Ég get tekið bara smá bút úr því. Það er ekki bara að taka allt. Jú, ok, ég get alveg gert það líka. Aðkoman var hrikaleg, englar himins flykktust að, englar himins grét í dag. Allt var brotið, hljótt og kyrrt, veröldin sem viti fyrst. Englar himins grét í dag, sorgin bjó sig heiman að í dag. Allt var kyrrt og allt var hljótt, miður dagur var sem nótt. Sorgin bjó sig heiman að, englar himins grét í dag, í dag. Allt var kyrrt og allt var hljótt, öllu lokið furðu fljótt. Englar himins grét í dag. Fallegt. Já, þetta er alltaf lag sem kom til mín. Þú segir með öll þessi 3 lög, þau bara komið til þín. Það er svolítið magnað. Já, þau koma til manns, þannig er það, sko. Það eru svona lög sem eru svona. Eitt kannski bara í lokin, sko, þetta kemur til þín. Hvað finnst þið mikilvægast að geta miðlað í þessum lögum, þessum 3 sem búin að spila fyrir okkur núna? Ég held að ég sé bara ekkert fær að segja það. Ég get ekkert analyserað af hverju þetta er svona, þetta er bara svona. Og þegar þetta lag kom út, sko, þá var að koma aðeins seinna út, sko, við þurftum að taka upp og svo kemur það út seinna, sko. Kannski ári síðar, held ég. Og þá var flogið á Tvíburaturnana og margir tengdu þetta lag við það. Svona þess að þegar þetta er farið frá mér, þá er þetta bara orðið lífi sjálfstæðu lífi og fer sína leiðir og því þetta er ekkert frá mér, sko. Þetta er bara fer í hérna farveginn og út og svo
þannig þetta svolítið, sko. En hérna... Þú ert að lýsa svolítið bæninni bara. Þú ert svolítið að lýsa bæninni, bara að biðja til Guðs, bara í tónlistinni hjá þér. Hvernig þetta kemur til þín. Er eitthvað til í því? Já. Bæn eða eiga samskipti við Guð, aðri mál? Já, þetta er ekki beint bæn þetta, já, en bænin ég elska bænin og það vita allir hversu megnu bænin og meira að segja þeir sem að fuss og sveigja við þessu, þegar þeir eru að synda út á hafi og eru að berast frá strönd, þá allt í einu fá þeir í trúna og bæna og segja, Guð hjálpi mér! En þegar þeir eru í heita pottinum þá með bjóri, sko, þá geta þeir verið ansi hugrakir og fínir, sko, en bænin þetta gæti alveg verið einhver bæn, ég veit að ég held að þetta sé meira, sko, að maður sleppir öllu og býst ekki við neinu og þetta er svona hluti sem sker bara, þetta er ekki planlagt, sko, þetta er eins og lífið sjálft, sko, þetta er eins og núið er ekki planlagt, sko, við getum ákveðið það eins og við gerðum, Jóna hringdi í mig og þú ert með þetta og við ákveðum þetta fyrir einhverjum mánuði síðan eða eitthvað svoleiðis, við getum planlagt svona hluti. Svo komum við hérna, en við vitum ekkert hvað verður úr því nákvæmlega, sko. Ég vissi, og ég hef búin að sætta mig við þetta, eins og ég sagði það, ég undirbý mig voða lítið fyrir þetta, af því ég er alltaf að pæla í þessum málum. Vilt vera í núinu? Við erum bara í núinu, sko. Þetta er ekkert einhver vilji. Við aftur á móti viljum við oft ekki vera í núinu. En raunveruleikinn er sá að við erum í núinu og það er ekki til neitt annað. Fortíðin er liðin og er bara sögur og framtíðin er ekki orðin, sko, og er bara sögur líka og þær getur verið hræðilegar sögur, framtíðin getur verið hræðileg saga. Ég bara ætla að skoða framtíðina á mér, lítur ekki vel á þetta, ég er búinn að vera með hnúður hérna, þetta getur verið krabbamein eða eitthvað. Svo maður getur búið til alveg hræðilega framtíðarsögur fyrir sig sem heita bara áhyggjur. Og þetta er að falla fyrir freistninni sem ég held að sé í faðirvorinu. Ég held að þetta sé að falla fyrir freistninni að fara að horfa í framtíðina eða fara að lesa eitthvað út úr, einhverja sögur út úr hérna. Maður býr til þessar sögur í hausnum á sjálfu sér, sko. Og það eru ganga oft út á ótta, sko. Ég get farið hérna og sagt, ég hefði átt að segja hitt, á hverju sagði, hvernig alltaf hún finnist hann ábúinlega finnst ég bara verðin svo alls hérna. Og ég get verið í marga daga kannski að vera að hugsa svona, sko. Ég geri það ekki, sko, því mér er alveg saman með þetta. Þannig að þetta er bara sögur. Og maður býr til svona sögur eitthvað hafi verið einhvern veginn og einhver hafi, og maður fer inn í hausinu öðru fólki og fer að pæla í hvað það er að hugsa. Þau finnst örugglega þetta og þennan finnst þetta. Og þetta er allt bara fantasíusögur gerðar til þess að hræða okkur sjálf. Við erum sjálf í þessu, sko. Nærum óttan í okkur sjálfum. Já, svoleiðis að það er mjög gott að eiga máttinn, mikla eilífa mátt og treysta þeim mætti og tala við þennan mátt í einrúmi, í huganum. Bara víkja sér frá, farin á klósett, loka sér og spjalla eins við faðir okkar. Og hérna, faðir vorið. Hann litli minn er að fermast núna, sko. Hann kann ekki faðir vorið, sko. Pappa hans er svona antitrú, eins og ég var þegar ég var yngri, sko. Við erum að kenna honum það, sko. Faðir vor. Við sko vor er. Já, svona á vorin. Nei, sko, þetta er þéring, og svo það var þarna. Eigi leið þú oss og skuldanautum. Skuldanautar, hvað er það? Skuldanautar, sko, ég er fyrir að segja, og amma svo að hlusta á þetta, ég var útskrifaður, og sko, og fyrirgefa svo skuldir, svo sem við og fyrirgefum voru skuldanautum, veistu hvað þetta þýðir? Bókvæsla? Nei, ég sagði, nei, skuldanautum, sko, það voru, þegar maður átti mörg naut, þá átti maður að fórna þessum nautum á altari. Já, vissu þetta, segi ég, já, sagði hann, já, ég vissu þetta, ég bjó bara til eitthvað svona vitlis og amma sagði, hvað ertu að segja barninu svona? Og að því að
En þessi bæn mögnuð vegna þess að það alltaf oss og vor. Og þegar við biðjum þessa bæn, þá erum við að biðja fyrir allan heiminn. Þetta vitið þið náttúrulega, guðfræðingar. Ég er ekki að segja ykkur neina fréttir, þetta eitthvað sem ég uppgötvað núna. Stundum máli, annars heyri heldur við líka. Já. Eigi leið þú oss, fyrirgef oss. Ég er að biðja fyrir þig og öll ykkur hérna inni, hvers skil sem ég fyrir með faður og að segja fyrirgef oss vorar skuldir. Ég er að biðja fyrir ykkur. Fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við öll fyrirgefum vorum skuldunautum. Þetta er mögnuð bæn. En við náttúrulega lærum utan af og við hættum að pæla í henni og segjum bara eins og páfagaukar. En það er gaman að pæla í þessari bæna því að bara fyrstu faðir vor. Það þýðir hans í faðir okkar allar, það þýðir að við erum öll systkini. Þetta vitið þið. Ég er bara uppgötvað núna gamals aldrei, sko. Þið fyrirgefið mér nýju getnin í mér eins og barn sem er uppgötvað eitthvað nýtt og kemur Mamma, sjáðu! Já, en þannig að nú er tíminn bara eiginlega þotin frá okkur og þannig að þakka þér fyrir, Kristján. Já, þakka þér. Fyrir einlægt viðtal og samtal. Já, þakka þér fyrir, Stefán. Ég vona að þetta hafi verið ykkur að gagni. Já, klárlega. Og við höfum getað nýtt tíma vel hér. Ef það kveðið í Guðs viði. Já, en ég ætla að biðja samt við að þú varst búin að spila hluturlægin á það, en ég þarf eiginlega að biðja að klára það. Já, hvaða lag? Þannig að I Think of Angels. Já, vilt að ég svíki það? Þú vilt ekki að ég spila æðruleysið? Eða hvað segir salurinn? Æðruleysið? Æðruleysið? Sko, ég Eða það, já. nefnilega, þetta viti ég hvað maður gerir, sko, eins og þú segir, sko, að vera ómeðvitaður það hvaðan hlutinni koma og svo framvegis. Æðruleysið átti að vera báti minn, trilluna sem heitir Æðruleysið. Skömmu síðar, sko, þá spilaði ég þetta í jarðaför hjá kunningjavini. Þá sá ég að þetta ljóð, eða þessi texti, lífið sjálft. Út á æðruleysinu ég ræð, það er eins og maður sé nýfæddur. Í ró og næði sigli ég minn sæ, hlustu öldur gjálfur kyrja látt, hvernig er hægt að efa æðri mátt sem hefur skipað mér á sess með einfaldleika þess. Hér sit ég einn á þóttunni og býð, hver á sér betra einfalda líf, líf sem allir virðast þrá. Einfalt líf. Dagur líður, nóttin færist nær. Ævin er á enda. Blessu sólin kissir rauðan sæ. Ég sigli höfn leið og sólin sest. Ég veit, opbóðslega ég svakalegt skáld ég. Það var algjörlega óvart, sko. En ég sá að þetta, svona getur komið tímans svona algjörlega, sem sagt maður bara verkfæri. Út á æðruleysinu ég ræð, í ró og næði sigli ég minn sæ. Ég hlusta á öldur gjálfið kyrja látt. Hvernig er hægt að efa æðri mátt sem hefur skipað mér á sess með einfaldleika þess. Ég sit einn á þóftunni og býð, hver á sér betra og einfaldaða líf. Líf sem allir virðast þrá. Það er það sem allir vilja fá, að hafa meir en nóg að því, einfaldara líf. Já, dagur líður, nóttin færist nær og blessu sólin kissir rauðan sæ. Ég sigli höfn leið og sólin sest. Út á sjó er gott að vera en heim er best, ég veit að fyrir rest það einfalda er best.
Já, dagurinn í dag var mér svo kær. Mér leiðist ekki lífið öðru nær. Dagurinn í dag var hít og sól. Ég tók mig frí og sigldi út á sjó og gula þorskinn tróð því ég einföld aflakló. Hvernig hægt að hefa aðri mátt sem hefur skipað oss á sess með einfaldleika þess. Já, já, þetta einfaldara líf. Takk fyrir, takk fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Takk. En næsta miðvikudag þá verður Matthildur Bjarnadóttir hérna með Hrund Þórsdóttir rithöfundi og þau munu fjalla þetta sama, sorg og listir. Og síðan minni ég líka á allra heilara messu þegar minningu látin minnst, þá mun Vilborg Davíðsdóttir vera með hugleiðingu í Garðakirkju klukkan 2 þann 7. nóvember. Takk fyrir að sinni.